Hey folks, velkomin í flæðiskerið með Rökkva og Jóa og Arnúlfi Hákonarsinni Töframanni sem við ætlum að spjalla við í dag. Mikið rétt. Og það er gott að þú Ég segi bara allt gott á þessum fína degi en þið sjálfur. Bara alltaf rétt. Sko. Já. Sól úti, þetta er svona uppáhaldsveðrið mitt þetta er eiginlega uppáhaldsveðrið mitt. Það er kalt, ekki of kalt, það er ferskt, þú svitnar ekki. Það er samt hlýtt og svona gott, það er bara gott. Ert þú einn af þessum svitnar alltaf? Ef það er 30 plus á svitnaði bara, ég er bara ekki gerður fyrir allt og heitt loftslag sko. 30 plus á Íslandi? Nei, en þegar maður er í ykkur staðar annar staðar, það er alltaf aldrei 30 plus á Íslandi sko. Það er svona, finnst mér gott þegar ég kem heim og fæ að njóta svona blíðu eins og er í dag. En sjóðheitum löndum það sem að... Já, ég hef nú verið í nokkrum sjóðheitum löndum. Ég ferðaðist upp í Suðaustur Asíu og svo bjó ég í Suður Ameríku og þar gat verið mjög heitt. Miklu heitara en mín gen eru gerð fyrir. Já, þú ert alltaf svona rauðhærður. Ég er bara rauðhærður og eins hvítur og menn geta orðið næsti bær við eru bara albinóar og síðan kemur Arnúlfur. Já. Þannig að þetta er svolítið mismunandi með okkur Íslendinga að sumir eru svolítið vel blandaðir írum sko. Já. Og svo voru svona frakkar og spánverjar að koma hingað og skipum í gamla daga. Og ég held að ég hef fengið aðeins að njóta þess. Já, þú ert dekkri en ég sko. Ég er það sem dekkri sko. Já. Sumir eru líka bara írar að þykjastur Íslendingar. Já, það er málið. Já, það ekki. Alltaf svo eftir svona þetta Íslendingur eða ekki. En það sem við erum heldur ekki vön á Íslandi er að það er engin raki eiginlega sem er hægt að tala um í loftinu á Íslandi. Nei. Það er rakt út og þá verður þér miklu heitara heldur en ef það væri bara þurrt loft. Algjörlega, ég hef upplefað, ég var í Lima í nokkra mánuði sem er sem þetta höfuborg Perú og þar var ekkert rosalega heitt í tölum en það var hrikalega mikill raki, kannski 80% raki eitthvað, ég veit það ekki en þú veist, ég man einhvern tíma var 29 stig hitti og það var engin úti. Það er held í Íslandsmetið í hita er 29 stigar. Er það málið? Mér minnir það, allavega í Reykjavík. Eða hvort það var 25 í Reykjavík og 29 á öllu Íslandi. Það getur alveg orðið 20 stig hitti á eiginu okkar, sko. Ég held að 29 sé Íslandsmetið. Stundum getur það gerst. En ég er samt á því að svona dagur þessi dag, þetta er eitt af uppáhaldsveðrum. Ég fíla alveg að vera úti í stuttermaból og stuttbuxum og það er mjög þægilegt. En svona dagur í dag, maður getur bara verið í að hættu eða bara peysu, síðan buxum og svo finnur þú svona aðeins kuldan í andlitinu en þeir eru samt hlýtt. Ég er kannski einmitt af þessum Suður-Evrópu genum sem að hljóta blöndi í mér. Já. Þá er ég svona, þú veist, mér verður mjög auðvitað kalt. Já. Ég vil bara frekar glæða mig kraftgala eða eitthvað þegar þetta er hrikalega gott. En annars, þú veist, það er algjör lúxus. Eitt af því besta sem ég veit er að rölta götur borgar eða bara úti á kvöldi til þegar þú getur verið í stuttbuxum og stuttermaból þannig að dagurinn getur hrikalega heitur eins og bara mörgum stöðum en svo á kvöldin þá er ekkert mála að vera bara í stuttermaból eða bara hlýraból það er algjör og svo vera einhverju götumarkaði að kaupa eitthvað skrítið eða borða eitthvað furðulegt. En það er eiginlega þannig hjá Rökkva sko, hann er annarkvort í kraftgala eða bóraksumskilu. Já. Það er ekki millivegir. Viltu eitthvað útskýra nána fyrir þá sem viti ekki hvað bóraksumskila er? Það er svona sundskila sem að þvengurinn er bara á milli raskinnuna. Hann er ekkert yfir. En samt svona samfestingur. Já. Þetta er svona eins og sundbólur fyrir karlmenn. Það er svona axlabönd, svo kemur svona einu rönd niður sem fyrir á milli raskinnuna og svo svona eiginlega punktbindi. Þetta er hrikalega ekkjandi stöf. Þetta er svona meira bara eins og sundhetta sem hefur einhvern veginn lendi í einhverju svona sláttuvél eða eitthvað. Já, við erum nefnt í vesenni. Þannig að tegir sundhettu yfir líkamann á einu manni. Já, þetta er meira það. Þetta er svolítið svoleiðis. Ég er ekki búin að fara í þá sundskilu lengi. Því miður. Hann er ennþá í kökkarann, rennilósi festist. Segir hann núna en í alvörunni hlustnur, þá er hann í því núna. Hún er alltaf að fela þess að heldur sundskilu. Fyrir mig frí er bara, hvað er bóraskila mín? Það veit ég ekki, þú verður að passa sín föt sjálfur eitthvað bara. Er þetta ekki þetta er alveg, er þetta ekki svona bannað innan ákveðna aldurshópa að fá að sjá pappa sinn í bóraskílu? Ég kvíði svolítið fyrir því þegar að stelpunni mín að fara á internetið eða einhver annar sýnir þeim pappa er að hlaupa í bóraskílu niður Laugaveginn. Já, ég trúi því. Já.
að ég hugsa að hérna bekkjafélagar að muni svolítið gera grína þeim og skrifa En þetta svona, en þú ert alltaf að töfra og galdra Já, og svona meira og minna, já það bara það sem mér finnst bara skemmtilegt að skemmta Þú komst til okkar hérna fyrir ári eða ekki? Jafnvel minna ári, ég held að Þú ert búin að vera hérna 2 ár held ég Tvisvar ef ég kom fyrstur ári Ég vil alltaf fá einhvern sem líka með skrítin nafn til þess að sína, sko, ég ekki svo eini Nei, eini með skríti, nei Já. Sko, nafnið mitt er allir á Íslandi geta borið það fram það er ekkert skrítið Arnúlfur þetta eru 2 algeng nöfn en síðan að setja þau saman það verður þar kemur skrítna breytan inn í það og oftast ég er mjög vanur og ég segi, hvað heitir þú? Ég segi Arnúlfur þá fyrst alltaf, Arnúlfur og alltaf, nei, Arnúlfur Arnúlfur en fyrir utanlandsteinina þá er þetta bara ekki sjens það er bara pappi bara búin að slátraði mér fyrir fæðingu við að geta einhvern tímann sagt hvað ég heiti í útlundum Já, það er ekki gott sviðsnafn og biður að segja Arnúlfur Nei, Norrlandistjónu geta svo nokkurn veginn krassa sig einhvern veginn en þú veist, þetta er þannig hrigalega skemmtilegur ísbrótur þú veist, ég er bara alls þar sem ég verið að eitt tíma mínum og þá er alltaf fyrsta réttu hendina, segja nafnum mitt allir segja, what's your name, eitthvað, my name is Eric or John eða eitthvað, ég segja, my name is Arnúlfur og það er áherslu, Arnúlfur og það er alltaf svona fyrsta what? Þvílíkur ísbrótur og fólk svona what did you say? Og komi gleikir reyna að segja þetta bla 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 og síðan er ég bara my name is it means eagle wolf og það er næstu kicker klang Já. En heitir þá örnvari á sænsku Arneför held ég að segja Arnúlf í Svíþjóð ég er mikið í Svíþjóð ég er með sænskri konu núna og eigði miklum tíma í Svíþjóð og þeir halda að það sé T í nafninu minni, ég held að þeir heyra Arnúlf, ég held að Arn þetta ég get ekki almennilega að fatta því ég er ekki með sænskan heila en það er sko, Amerikanar eru líka stundum svona að alveg sama hvað útskýrir oft fyrir þeim sko, pabbi minn heitir Vésteinn það er alltaf Versten no, Vésteinn, no R Versten þeir gáttu bara ekki fatta að það var ekki það heyrist, það er náttúrulega bara mismundi hvað fólk heyrir ekki alveg hljóðin sem við erum vön að heyra all tíman og öfugt, ég meina ég var að reyna að læra spænsku út í Suður Ameríku og það er fullt af hljóðum sem ég var að segja og þau bara svona no og eitthvað svona benda mér eitthvað allt annað eitthvað, hvað meinar þau? Þetta var nákvæmlega eins og áðan þannig að Já, það er satt, það er alls konar svona eins og í finnskur eitthvað stafur sem er alveg akkord á milli A og E Já, það málega Þannig að við ruglumst alltaf við aðra hvora áttina Við erum líka með svona, ég veit að A og U og svona, það er ekkert alltaf létt að heyra það fyrir eyru sem koma frá öðrum hlutum Nei. á plánundinni. En þegar þú kemur föðurnafnið síðan Hákonarson. Yes, my name is Eagle Wolf, the son of the High King. Já. Það er eins og eitthvað svo lélegri fantasy. Litli bróður minn, hann heitir Hallþór Jökull Hákonarsson og það er á ensku hann er hrikalega hann er jökla leiðsögumæður og ég fór í ferð með hann daginn og hann byrjar alltaf að segja my name is Hallþór Jökull og allir svona En það var Slope Thor það er eiginlega my name is Hammer of Thor Thor's Hammer, Glacier son of the High King mér finnst þetta er bara eins og við séum búum í einhverju Game of Thrones veröld hérna á Íslandi Já. Gaman að ég myndi að breyta nöfnum svona mér finnst það geðveikt en þið eru sett allir pappi ykkar sett fóldra eitthvað gerilega haft gaman að svona stríða ferðamönnum og útlendingum Já, ég held að ég er alveg farin að trúa því að þetta var til þess að stríða ferðamönnum en samt á þeim tíma voru einhverju ferðamennina fyrir 26 árum síðan 25 árum síðan Já, það var eitthvað lítið Samt eitthvað en ekkert með eins og það er í dag En hvernig gengur einmitt sko þegar að menn eru hérna í skemmtibrassanum að þá, þú veist, svona það þarf alltaf að vera með grípandi nafn einmitt sérstaklega þegar erlendis hvernig gengur að markasetja það? Sko á Íslandi, ég hef verið spáið þegar allir þeir sem halda eru á stundatöfrun í Íslandi þeir eru oft með eitthvað svona töframaður bak við nafni sitt og ég hef eiginlega bara sleppt því það kemur og fram þegar ég kannski mæt einhver staðar, eitthvað segir þetta Arnúlfur hann er töframaður, en ég nota bara það er bara Arnúlfur, ég bara blessar eitt Arnúlfur og ég gerir töfrabröð og svo sýn ég oftast eitthvað hvernig sem gerir en í útlöndum og sérstaklega ef þið sem hlusta vel að finna með netinu, ég gerir YouTube-vídeó og svona, þá er alltaf
það bara nafnum mitt á ensku, Eagle Wolf bara Eagle Wolf, bara Arnúlfur Eagle Wolf í 1 orð og það, ég nota það alltaf bara og ég verið að skrifa mailið, ég hef líka verið að fara ráðstefnur með töfra, þá var það bara Eagle Wolf og fólk man alveg eftir Eagle Wolf, bara hvað meinar, þá útskýr bara nafnum mitt þýðir Eagle Wolf, þetta bara Eagle Wolf 1 orð, það ég menn byrjaði alltaf sennilega að sko spyrja sér skildi að vera indjáni ég held það sko, nei, ég næstuði, ég 75% Íslendingur ef þú verið indjáni þá væri þessi eini sem sett víkingur sem var ekki ríkin í burt og var bara eftir já, mögulega getur þetta verið annars held ég þessi, nú man ég ekki alveg söguna baka þetta nafn, þetta eitthvað gamalt þau getur verið að spurt pappa minn hvað nafnið kemur ég nú heyrti það margótt, þið vitið þegar maður á foreldra maður heyrir oft margt, fer inn eitt eða út hitt já. En eins og þú vorum að segja þá hefur þú verið að skemmta með törrabröðum og hvað ertu búin að gera síðan þú komst inn að síðast? Núna? Ertu búin að ferðast eitthvað heiminn og síðan ég komið senast? Ok, ég var inn að senast þannig að ég var komin að senast þá var ég nýbúin að vera í Suður-Ameríku ég kom heim og ég bara reyndi að fá vinnu sem maður sem gengur og gerist ágætlega og svo ég líka með að auka vinnu á skúla sem sem sagt kraftbar mikrobar niður í bæ og mér finnst það frábær staður þetta einn rólegasti barinn það ekkert vesen, fólk bara að koma og fá sér 1 eða 2 að spjalla, við hækkum aldrei mikið tónlistinni og þannig get ég líka verið með spilastokkið minn frekar mikið, þannig ég oft þegar það aldrei það mikið að gera þannig sem nema föstum lögðum, þá ég ofta að sína henda í 1-2 töfrabrauð og fá fólki svona saman, en svo var ég líka búin að vera 5 vikur út í Svíþjóð þannig ég kom bara heim fyrir 2 vikur síðan í þessar millitíð var búin að vera í skóla og svo 5 vikur í Svíþjóða sem ég var alveg bara að ferðast aðeins með kærustunum minni Hvar varstu í Svíþjóð þá? Við fórum bara í Stokkólmi og svo ætluðum ég tók bakpoka með og allt sem þarf til þess að lifa af við ætluðum upp í Norður Svíþjóð en ég veit ekki hversu mikið þið þekkið samfélag en í júli þá eru allir í fríi og þá eru allir í svo kallagi stuga og stuga er sumarbústaður þannig að það eiga bara allir ef þú ekki sumarbústað þá áttu hjólhýsi eða eitthvað líka þannig að í júli þá fara allar fjölskyldu fólki fer í sumarbústaðin þannig að við vorum svona meira og minna að fara á milli sumarbústaðina hjá mömmu fjölskyldunar og pappa fjölskyldunar ég fekk að kynnast öllum og það var bara hrikalega gaman þetta ótrúlega sæns þetta eru rauð viðarhús út á landi það sem öll fjölskyldan og ég mér frekar á litla fjölskyldan mér var gaman að koma og sjá svona þetta var hjút fjölskylda og þetta bara svo mæta á langborð á kvöldinu það voru allir þarna og mér leið svona mjög náttúrulega þetta voru svona svo marga mér finnst þess að fólk í dag það margir búið ég las einhvern tímann að seinustu 100 árum á fólk færri vini en með meira golfplási þannig að fólk búið að missa vini skipta út golfplási eiga stærra hús fyrir vini og þarna leið mér mjög náttúrulega að við vorum kannski 3 vikur á einu stað sem voru bara fullt af börnum og alla kynslóður það voru ömmur og afar og frængur og það voru fólki sem var 50 og þau sem áttu börnin svo var ég að einhverstað í miðjunni 25 ára og nokkur þannig og öll litlu börnin og mér fann svona eins og eldri börnin þeir sem voru 10-12 ára gætu verið að hugsa þau svona ennþá minni og meðan foreldrarnir fengu frí að gera eitthvað annað og svo var allir svona einhvern veginn að umgangast alla og hugsa hvern annan hugsa hvað er og mér fannst það að vera mjög náttúrulega mér fannst þess að svona kannski voru samfélag manna Þetta er nákvæmlega mín upplifun af svona meira sveita Svíþjóð ekki kannski borgarsvíþjóð en svona sveita samfélag Svíþjóð Ég fíla þetta náttúrulega þetta fólk kemur frá þetta fólk tengda fólki býr í miðborg Stokkólmar í gamla staðan eins og heitir þannig að þetta er algjörð að koma til Íslands og ég sagði þeim að taki með þennan góða skó við ætlum upp á fjöllög og svona og þau komu bara það voru bæjarrottur bara þeir komu með þeir komu bara í eitthvað svona fínum frökkum og svona leðurskóm og eitthvað svona við fyrum ekkert upp á fjall í þessu, hvað meina þau, þetta er hlýtt þetta eyðilegst upp á fjalli þau mæti í flíspeysum og föðurlandið Þau kannski leggja annan skilning í orðið fjall Já, ég held algjörlega það er bara skóar og sléttur við leggjum alltaf aðra meiningu ég bent á einhverja nokkuð tréð daginn og sagði Elvíra, sjáðu, þetta er skóar hún sagði, já, ég veit það er nefnilega munurinn á Svíþjóð og Íslandi mikið og maður ekki tala þetta er þú sérð oft allt landslægið bara frá jörðu niðri á Íslandi en í Svíþjóð það er aldrei þú ætlar að klifra upp á fjallstind til þess að sjá eitthvað fyrir trjánum þegar jörðin er bara tré út allt mikið trjámanna þægilegt loftslag líka þægilegt
þægilegt fólk og hérna mjög þægilegt samfélag mörguleiti. Þetta nákvæmlega eins og listir þessu með sumrin á í Svíþjóð að ég var í Svíþjóð sjálfur júni-júlí og ég vissi bara ekki hvernig það væri en ég ætlaði eitthvað að reyna að vera með ykkur uppistandarn í Stokkólmi, það var alltaf fullt í gangi í Stokkólmi, þú veist svona open mic uppistand, þú veist og allur fjandinn og það bara ekkert að gerast á sumrin. Þú getur bara ekki fengið neitt að gera því að allir eru bara í fríi eins og þú segir. Og félagi minn sem býr þar, hann var að tala að það bara meira áttar vesen að fá bara læknistíma eða eitthvað í júni og hérna það alveg hjúgrunarfólk og læknar fá borga alveg tvöfalt eða vinna í júli eða eitthvað hverfa bara allir og ég get ekki bókað eitt einasta uppistand það sést á 3 vikum og mér tókst að bóka uppstand í Grænlandi skilur, í Núk þannig að þetta sýnir bara hvernig allir hverfa bara eitthvað í eitthvað stugan. Þetta sérstæðlega, Stokkólm er risaborg en ef þú ert þarna á sumri, það er miklu færra miklu minna mannin og miklu meira ferðamönnum miða við heimamönnum að því fólk kan segja, fólk fer í sumarbústæðin og þar er það bara í mánuð og endur næri sig í rauða tréhúsinu með fínu þökkunum. Já, svo eru smálöndin þau eru aðeinsleg, þau eru bara eins og Emilbækurnar. Er það ekki? Það er þarna fyrir ofan. Emilbækurnar fyrir krakkana og svo fer maður bara að sjá, þetta er Emilland. Þetta er Emillandið. Emilland. Já, nákvæmlega. Þetta er svakalega, Svíþjóð er rosalega miklu stærra en ég gerir mig grein fyrir sjálfur. Já. Ég hef farið frekar norðarlega til Svíþjóð en ég var því að horfa á kort, þá var ég ekkert nálagt í einhvers staðar í norður Svíþjóð þó ég var marga klukkutíma fyrir norðan Stokkólm í lest. Já, það er nefnilega þannig að sko mér finnst alltaf einhvern veginn að Stokkólmur sé endin á Svíþjóð. Manni finnst það. En hún nær sko meir en 2-falt lengra. Ég held að Stokkólmi liggi kannski 1/3 upp með á korti eða eitthvað svona. Á Svíþjóð nær langt norður fyrir Ísland. Þú getur farið að sé miklu betur norðurljós í Lapplandi í Svíþjóð heldur en á Íslandi. Þetta er nefnilega hrikalega stórt land og ég held líka að það er eitthvað hrikalega há prósenta sem býr að Stokkólmi og svo restin hann hinn 2/3 þá er eiginlega næstu í svo dreifbílt, það er bara pínu litli bæir og ég ætla einn daginn þá fer ég á að skoða þetta allt á eitthvað svona gömlum Volkswagen bíl og keyri bara og svo brottar hann niður og enginn nála tíma fyrir einhvern annan að koma keyrandi til að berga þér. En það er alltaf því ég kann sænsku þannig að ég blendaði bara inn í samfélagi. Þeir eru allir þeir eru hjálpsamir og svo góðir og skemmtilegir þannig að ég næja einstakir að því leitur til, eða ekki? Jú, mér finnst það mjög hlýtt fólk. Já, vinalegt fólk og bara tekja manni fagnandi bara og svona þægilegir og mjög bara þægilegir, það er líka þægilegt að vera þarna, það er allt svona það er hástandard og öllu, sósialismin er stór, skattarnir eru háir en þú færð allt í staðinn skilur og öllum finnst það sjálfsagt, ég heyri næstu aldrei í Svía vera kvart yfir því að hann sé að borga skatta, að það er allir svona að gera það fyrir betra Svíþjóð. Þannig að það er alveg sjálfsagt, ég er alveg til að borga hluta launum mínu svo ykkur aðrir geta fengið að njóta góðs að því þannig að þú getur allir komast í sjúkrahús. Maður er bara svektur þegar að maður borgar skattana og svo fer það eitthvað fyrirtæki sem er engavætt til einhvers vínars. Þetta er Ísland sko. Það er þess vegna sem við erum fúl á Íslandi að borga skattana. Ég hef oft verið að spá okkur þetta síðan, ég held að við getum verið að því þetta er frekar ung þjóð, við höfum verið sjálfstæði í minni en 100 ár. Já, Ísland er svo unglingur. Ísland er svo unglingur. Svona 14 ára. Já, og hann eftir að læra og við höfum eftir að ég held að við höfum eftir að læra mjög mikið hvernig er að reka land bara í alvörunni. Það hefur ekki, stundum verið svona, hvað er í gangi? Ég kem aftur heim til Ísland og bara svona, nei, eru þessir aftur komið við stjórn, hvað er í gerast? En manstu eftir þegar var Facebook-hópur sem að sagði eitthvað Ísland 11. fylkið í Noregi eða eitthvað svoleiðis eða hvað sem ég heyrt af þessu. Það er ekki að tala um að bara fara aftur undir Noreg sko. Heldur að normin myndi vilja það? Ég er nefnilega alltaf spurt að því hvað heldur að normin hafi áhuga á því. En aftur á móti þá finnst mér frábært hérna heima list blómstrar virkilega mikið á Íslandi. Mér finnst virkilega að mikil sköpunargleði í fólki og það er einhvern veginn alltaf frétta þegar kemur að
bara listlutur, bara hvort sem það fyrir þá í uppistand eða í eitthvað tónlist eða mála og leikhús, ég var við erum að reyna að halda sýningu í íslensku töfrahópur og við höldum sýningu einu snári og ég er að reyna að finna bara leikhús fyrir það og ég fór niður Tjarnabíó og Tjarnabíó er bara pakka og ég sé hverju þetta þá sem bara atvinnu leikhópar bara hópur fólki sem er gaman að vera með leikrit og þau ná að borga inn og það er bara hverju einasta dag fram á jólu einasta kvöld bara Tjarnabíó er líka bara mjög gott ríkalega flott, þeir voru líka oft með kaffihúsanna þannig að nú er bara kaffihús allan daginn og við lítum bara virkilega ég var reynd eftir að fara að fá mér eitt bolla en það kemur að því það er farið að gerast líka mikið í útlöndum að eitthvað svona leikhús eru líka kaffihús sniðut að þá brúa þau á hver bíl og kannski líka láta þau fá áhuga á leikhúsum með því að þú fer í kaffi þarna sér hvaða sýningar eru svo kemur aftur kannski eitthvað kvöld og þetta er líka svona mörgur leiti eru leikhús líka svona suðupunktur menningar, þessar tegunda menningum og það er mjög eins og Tjarnabíó og faraðn inn og þetta er svona bara þetta er draumastaður það er mjög þægilegt að vera þarna inni því það er náttúrulega svo mikið flóð núna af ferðamönnum Tjörnina hjá Ráðhúsinu að þetta er alveg liggur svo vel við höggja að opna smá kaffihús þarna og fólki fer þarna og sér þetta leikhús og svo mætir það kannski á einhverja sýningu þetta er náttúrulega bara þetta er að besta við eitt af því mörgu góða við hvað eru margir ferðamennina, hvað er margt ég meina stundum geti verið eitthvað svona eins og við flest öll sem erum að hlusta á okkur tala höfum ábyggilega fundu fyrir að maður getur orðið svolítið þreyttur hvað er margir en þegar ég hugsa tilbaka auðvitað, þetta eru margir en þegar ég hugsa tilbaka munið þegar Laugavegi var tómur veist, það var enginn á Laugavegi þangað til á föstudegi laugardegi sunnudegi það var ekkert og hvernig alltaf það verið að vera búðaeigandi þá með við núna þegar allt er að frétta þú getur að koma hvaða hugmynd sem er og það virkar það náttúrulega eins og sást bara hvað margar búðir tæmdust á Laugaveginum og lokuðu í kreppunni núna er það allt komið tilbaka og öll fullt af mismundi kaffihúsum og líka svona ekki bara svona stórkeðju kaffihús, eitthvað Starbucks heldur bara eitthvað svona kaffihús í Tjarnabíó eða eitthvað svona lítið og nett, eitthvað svona sérstakt en það er ástæð fyrir því að svona stórkeðju kaffihús mun aldrei geta tekið yfir allt þó kannski í matvælaverslun og kannski raftækjaverslun og svoleiðis getur það auðvitað gerst að það bara fólk vill fara á kaffihús til þess að eyða of miklum peningum í rauninni bara þetta er líka ef þú værir að spara í því þá myndir bara drekka kaffi heima hjá þér algjörlega þannig að þú ert til í að eyða eins of miklum peningum þegar þú fyrir á kaffihús algjörlega, þú ert ekki bara að borga kaffi þú nennir ekki þá bara alltaf aftur að fara á McDonalds útgáfan af kaffihúsi sem er þá Tim Hortons eða Starbucks eða Second Cup eða eitthvað svona þú vilt kannski fara á eitthvað bara kaffið hans palla litla kaffið hans palla þú ert að borga fyrir upplifununa þú ert að borga fyrir hvað er við komum búin að setja í að gera kósi kaffihús og er hann með heima uppskrift eða eitthvað heima pönnukökunar hann ömmu kaffihús er líka bjóð bara listuðburði og er jafnvel ef þú ferðin á kaffihús þá er oft bara listaður kringað þangað þetta er miklu eitthvað svona sérstaklega stíll þannig að þetta er mjög skemmtilegt ég fíla það, mér er ríkalega gaman að setjast niður og með tölvuna mína, núna finnst mér svo gaman að klippa vídeo setjast, maður getur að setja heima það er alltaf lagi, maður getur líka farið bara og sess niður í hringiðu menningar í Reykjavík og fengi sér kaffibolla á einhverju fínu kaffihúsi setja þarna bara á nákvæmlega gert sitt allt sem þarf að gera og sömu fyrst kannski og það held að vera svona klið en fyrir sömu þá er þetta ákveðin bara svona hvað að segja áskorun ég myndi segja að þetta væri hugleiðsla að vera í svona þetta er ekki truflun þannig sem nema eitthvað sé að íta í mig en annars er bara finnst ykkur ekki gaman að eitt af það skemmtilega sem ég finnst ég er að ferðast það er að setjast niður bara og bara fá mig kaffibolla eitthvað starf þó það getur verið í Tælandi eða hvort það sé í Perú þá að setjast bara niður og fylgjast með horfa á mannlífið sjá flóruna vera bara einn af vera í þessu bara svona horfa á allt bara horfa á þetta, fylgjast með nákvæmlega, það er ríkalega gaman Nú er ég bara komin með svona fáránlegt svona þriðheimsvandamál er að ég er leiðsögumaður núna ég er núna eiginlega bara vinn í því fyrir utan uppstandið
og þá fer maður alltaf og fær mat á öllum stöðum sem maður kemur á og líka ef þú ert með gönguleiðsögn bæina þá ferðu menni sér eitthvað kaffi og þeim boðið upp á eitthvað svona sér íslenskt að smakka og þá fær maður allt sjálfur þannig núna ég komið með svona bara einhvern veginn þarf ég að borga fyrir á veitingastað ég ekki svoleiðis, ég get það veit ekki, ég rökkuleiðsögn já, það er eiginlega fyrir mér það að geta fara á veitingastað og fengi mér eitthvað því ég alltaf bara, ég þarf að borga það er ömulegt ég held ég geti skilið en fyrir mér þá finnst mér gaman að fara á þessa staði, sérstaklega ef mér fíla fólki sem á það, því þá er ég bara að styrkja eða ég er að hjálpa þeim að gera það sem þeim finnst gaman að lifa af bara ekki þannig þau geta keypt sér það er svona miklu betra að fara á eitthvað svona dæmi, eitthvað svona lokal dæmi í staðan fyrir að styrkja stóru Já, en það er náttúrulega líka mjög oft eins og með svona, það er mikið núna af gönguleiðsögnum í borginni ég sé það fullt af, er það ekki reikið á tips? Já, það eru alls konar fyrirtæki, Reykjavík Concierge eitthvað og alls konar fyrirtæki sem eru með svona gönguferðir og ekki bara það heldur eru líka alls konar svona smærri ferðir þar sem er kannski farið með fólk landið í minni rútum og það er svona menningar, Iceland Intro og eitthvað svona heitir það að þá er það ekki kannski gullingur heldur þú fer til einhvers bónda og hann syngur fyrir þig og gefur þér pönnukökurnar sem að, þú veist, mammans gánu uppskriftina á sínum tíma og þú veist, gefur þeim sviðasmakka eitthvað svona meiri, svona nánari, svona menninguleg tengsl við Ísland og þetta er ekkit gaman fyrir ferðamenn ef þetta er stóraðili Nei, alls ekki sko ekki á sama hátt sko Nei, það missir að sjarma sinn sko það missir þetta tenginguna það er svo flott að fólk er bara að fá vinnu það er 1% atvinnuleysi í landinu eða eitthvað líka fólk maður getur retta sér það er líka og ímyndir ef að þú ferð í ferð eitthvað land, hvort sem er í rútu eða labbandi eða eitthvað og ímyndir að þú sért koma kannski með leiðsumann frá þínu landi sem er búin að lesa landið og segir þið bara eitthvað svona á færibandi eða þá að þú ert með eitthvað sem að býr úr landinu og getur sagt frá sínu einn hjarta sko reynslunum hvernig er að búa þar og kannski sagt sko amma mín bjó hérna og þegar hún var ung þá var hún fátæk þurfti að gera þetta það er miklu meiri tengsl í rauninni Algjörlega. Og þetta er saðarmannskvæmt sem er kaffihúsi hjá einhvern sem er með sín eigin uppskrift af hverabrauð eða rúbrauði sem hann gefur að það gefur þér svo miklu meira svo upplifun Algjörlega, ég er hjartanlega sammála En þeir eru að hlusta á Flæðiskeri útvarpi sögum Jóhann Kristjánsson og Rökkvi Vistinsson og Arnúlfur Hákonarsson, hann er hérna hjá okkur Eagle-Wolf, eins og hann kallar sig Á netinu og í útlöndum Já, á netinu og í útlöndum Já, netið er eiginlega útlönd Netið er útlönd En þeir eru að hlusta á Flæðiskeri við komum hérna eftir skammastund en við ætlum að fá nokkrar auglýsingar Já, þetta eru Sisso Sisters í útvarpi sögum sem eru einmitt ekki systur heldur bara nokkru gaurar og ein kona Já, svolítið gaman að því En það var þýsk hljómsveit sem að gerði þetta lag síðan afturfrægt Já og það tóku og bjöggu til svona 60s stíl Cool á það, já, mjög flott Þetta er hljómsveit baseball, svona þýsk Já, það er nú oftast ekki sem að þjóðverðir geta gert eitthvað lag betur heldur en það var áður að það var vinsælt Ég er að segja það er betri útgáðan þessi og það sem að sko eyðileggur hérna fyrir mjög mörgum þýskum hljómsveitum er hreimurinn Já, en svona fyrir fólk sem er að hlusta þá erum við í Flæðiskerinu hér út af þessu, Jóhann Kristjánsson heiti ég Rökkvi Vistinsson hérna með mér og svo er að Arnúlfur Hákonarsson töframaður sem hjá Töframaður Já, einmitt En já Við vorum að tala svolítið Svíþjóð Við vorum bara að tala og túrismann og Svíþjóð, fjanda Suður-Ameríku en hérna hita, en úr því að þú byrjar að tala þetta þýska dæmi að þá er það þannig að það er Depeche Mode er til dæmis ofboðslega stór í Þýskalandi og það hafa komið ofboðslega margar svona eftirhermum hljómsveitir af henni sem eru með mjög góð tónlist en hérna hreimurinn, bara eyðileggur, bara lögin af því að þeir eru tala alveg svona þú veist God is on your side, the waiting sparrows from the nightingales þú veist og þú getur ekki tekið þetta alvarlega svona söng Mér finnst það ríkarlega gaman á hreimnum en eins og við vorum að tala Svíþjóð Svíjar hafa þetta þeir hafa náðað bara að dæla út hitturum og alþjóða mælikvarða því að þú veist, þeir eru ekki með þennan hræðilega hreim En vitið þið, hérna með þetta baseballs útgáfu af þessu lagi að ég spilaði þetta einu sinni í morgunútvarpi og þá hringdi hlustandi hérna frá mig og spurði hvaða lag er þetta með Elvis okay. Það er kannski leiður að heyra það útgáfa þess bara svona rétt aðeins Spilum broturinni Já, við skulum heyra þess hérna smá snýrarinn að finna þetta
en þetta einmitt þýskalandsnir baseballs og hún hérna þessi útgáfa já, svona það manni hefði aldrei grunað að þetta væri ekki uppáld útgáfa því þetta hljómar eins og bara þetta smell passi sko. Þetta hrikalega flott lag Þú voru að gefa mér nafnið þessu eftir ég ætla að bomba þessu lúrana heima á mér sko. Já, og þjóðverði sé að syngja þetta og sé ekki I don't feel like dancing, baby, no dancing today, þú veist, það sé ekki meira hrein Já, einmitt, og þeir sem að hlusta þeir eflaust átt að sjá því hvað hlustandinn áttu við þegar hann hringdi hérna frammi Já, þetta hljómar náttúrulega svo Elvis Þetta hljómar þessu Elvis, ég hefði alveg hefði þú sagt mig, þetta hann Elvis Presley ég hefði sagt, já, flott hann var mjög góður Já, og endilega kíkja á þetta einmitt á vefnum hérna á YouTube til dæmis því að myndböndið þeirra þau einmitt í þessum stíl frá þessum árum sko. Algjörlega og hérna bílarnir og allt þetta og hálfgreiðslan þannig að kíkja á þetta en þetta var smá fræðslan þjóðverða í tónlist Já, við tökum annan Svo líka 99 luftballón 99 luftballóns, já Það er hrikalega gott lag líka já. En svo ég endi þetta, þá tók þessi hljómsveit líka lag með hérna, Emily Torrini Jungle Drum En við kannski heyrðum það einhvern tíma seinna í öðru flæðiskeiði Já Þú færð að hafa eitthvað svona fettisflæðisker fyrir þýskri tónlist heilan þáttu þetta Þýsk tónlist skemmtileg Já Ríkilega góð Rammstein já. Það náttúrulega bara gott það bara hátt quality af rocki Já, en þessi ljóti þýski framburður þessi harkalegi ljóti þýski framburður passar vel fyrir þungarokk Gæð flottur fyrir þungarokk passar og finnst þungarokk skilur finnska alveg fullkomið mál fyrir þungarokk svona geðvitt hart Íslenska sé ekki þannig líka við erum mjög það allt annað að hlusta á til dæmis Íslending tala ensku en til dæmis Svía tala ensku Já Það bara Íslendingar mjög harða ensku Já, það halda allir að maður sé finni í Svíþjóð Alltaf finnarnir að Svíjarnir kom alltaf að segja eitthvað mann ég skil nú ekkert sem þú segir ég kann bara segja yksi kolmi og ég bara eitthvað ég líka En svo er líka þannig að finnarnir þeir eru mjög harða ensku líka og hérna, ef við tökum dæmi það maður einmitt á YouTube sem að var svona vélvirki eða eitthvað slikt og með svona fyrirtæki vegstæði þar sem hann ákvað að prófa að kremja hluti með svona pressu Hefur þið séð þetta? Já, hann alltaf kremja bara alls konar mismunandi hlut með pressu Já, þetta er alveg mjög vinsælt Þetta er YouTube alltaf Hann er hérna frá Finnlandi og þetta er gríðarlega vinsælt en sko þegar hann talar þá halda flestina sér rússi af því að framburðin þannig er svona þekki maður ekki fullt af fólki frá Finnlandi veit ekki alveg hvernig þetta hljómar Nei, þetta er líkt ef þú ert ekki vanur að heyra þetta Eru margir Finnar búsettur í Íslandi? Nei alls ekki Finnar eru svolítið svona sér að báti Svolítið mikið í Svíþjóð Það slatti og þeir held ég læra sænsku skilst mér heyrir maður á finnska sænsku Múmínálfarnir í Svíþjóð er alltaf á Finnlandssænsku af því að þetta var Finni sem að fann upp múmínálfarna Já, það er bara góð sem land múmínálfa er Finnland sko Finnar eru svolítið eins og múmínálfar Já, mér finnst samt að múmínálfarnir ætti að vera einhvern veginn á svona mjúkri sænsku af því að þeir eru svo krúttlegri eitthvað Nei, ég er sammála, þeir eiga að vera á finnski sænsku Þú ert ósammála Ég er ósammála þér en sammála sænsku stjórnvöldum held ég Það hafi ekki tekið fyrir í sænska þannig að ég nú manni ekki hvað ég ætla að segja Sænska ríkisútvarpinu Já, nei, þetta í parlament, hvað er það? Já Þingið? Já, bara þinginu setja saman ákveða múmínálfarnir eiga að vera á finnski sænsku þetta er finnst Já, það getur verið Segja æ En hefur þú um að sé að það voru sýndir á RÚV þættir sem hétt eitthvað Hamilton sænskan njósnara sem hétt eitthvað Carl Gustaf Adolf Hamilton Greifi eitthvað Nei, en ég hef margóft komið heim til mömmu á kvöldin og þá er hún ofta að horfa á sænska sakamála þætti Wallander Já, Wallander ábyggilega, þetta er ríkilega vinsælt á Íslandi sænskir sakamála þættir En það er alltaf þannig að ef það er einn finni í þessu þá er hann alltaf einhvern veginn harðigurinn Trúið því Maður tekur inn ekkert alvarlega vi ska åka med pistolen då vi ska kanske skjuta på dem om de är öppna och säga eitthvað som maður bara svona já, ok, þeir eru bara eitthvað einhverju, þú veist kurkaleik og lego eitthvað, svo kemur finnin bara við skal döda dem, eitthvað svona það er bara svona, ok, þeir eru í alveg að fara að drefa eitthvað, finnin sagði það En þannig þegar ég er uppalinn að hluta til í Svíþjóð og ég man, pappi kalla oft á okkur bara Arnór og Hallór, matur þá héldu oft fólk í hverfinu að
hann var reiður út í okkur eða við vorum að rífast eða að því náttúrulega sænska ef þið heyri Svía rífast okkar eyrum myndi ekkert skynja að þetta var rifrildi. Það drepfynd att höra Svea rífast. Men du får inte, men sluta nu. Vad du om då? Så där kan du inte hålla på, det där funkar ju inte. Nej, du visst eitthvað svona. Visst þetta virkar ekki og hættu þessu núna. Já. Það bara svo, strákar, það matur. Strákar, allir bara, wow. Og nú flengir hann þá, skilur við. Eigum var hringi yfirvöld, hann að fara að flengja strákana. Gaman að tungumálum. Já. Það mjög skemmtilegt að velta fyrir þessi tungumálum og svona mismunandi áherslum í tungumálum. Algjörlega. En að því þú hefur nú búið þarna í Svíþjóð, hvernig menningi þar? Þægileg. Það er bara eitt orðið, mjög þægileg. Svolítið svona ferkantið stundum að reglur og svona hefðir og þeir eru með kerfi og það er kerfi þeirra og það maður fylgir því. Og það virkar hrikalega vel en ég meina að þú fylgir því og þú fylgir því ekki þá ertu ekki að fylgja kerfinu og þá ertu skrítin það er svona það er okkur heima finnst þau vera svolítið svona innrömmuð Íslendingar eru miklu meiri sjóræninga þjóð ef ég má segja svona það er náttúrulega í upphafi voru þetta fólk sem vildi ekki fylgja kerfinu fyrir 1000 árið síðan sem komu hingað yfir það var bara konungur í Noregi hann ætlar að vera lög lífin bara burt en það virðist líka verið eins og menn geta brotið lög hérna og að komast bara upp með það þannig að það er bara allt sveigjanlegt á Íslandi það virðist vera svona sveigjanlegt hér sem er ekki í Svíþjóð og minna, það er eins og allt annað minna, það hefur bara kost á galla og það er ekki til neitt sem er fullkomið held ég sérstaklega ekki samfélag manna með svona mikið af fólki. Já, eins og þú segir samt, þá hefur það gríðarlega kosti líka þessu stjórnkerfinu, ef einhver stjórnmálmaður er spilltur og gerir eitthvað, þá er ekki bara eitthvað svona smá skandall í DVF eða eitthvað svo gleymaðallir, hann er þá bara rekinn. Farinn. Hann notaði eitthvað kreditkort sem er til í ríkinu í að kaupa sér, þú veist, fertusneið, skilur, þá er hann bara rekinn og farinn. Já, nákvæmlega. Spáði því, hérna er bara eitthvað, ég get ekki gert að því þó að þú veist, bankin minn hafi sett eitthvað ég veit ekki hvað ömmin mín er að gera hvað bankin mín er að gera og ég get ekki gert það eitthvað konan mín er bara þó ég gefi henni fullt af peningum og hún, þú veist, ég get ekki gert það þessu ég er bara, þú veist ég er bara fjármálur á þeirra hérna ég veit ekki ykkur peninga, ég meina hvað ég eitthvað spyr ábráð ykkur peningum þú veist, þetta er bara svona típiska lumman sko. Þetta er típiska lumman hér, þetta er allt annað en aftur á móti, þú veist, það er bara það sem ég bögga mig á og mér finnst þeir vera svolítið svona við getum alveg, það er klukkan 3 á nóttu við erum í ykkur útkverfi, við getum alveg farið yfir rautt ljós núna, það er engin við erum ekki bara bíl sko, við erum gangandi við erum að fara yfir rauðakallin og það bara, nei það er rauðikallin en við erum í útkverfi klukkan 3 á nóttu, það er engin að horfa í kringu, nei það er rauðikallin ég veit að það er svolítið svona það skal gilda og eitthvað ok, við skulum ekkert hérna. Það er kannski bara ágætt að við færum að temja okkur þessa síði algjörlega, að mörguleitin, ekki ómikið Ísland mætti fara meiri í þessa átt en það er skilin þegar Ísland er svona það er af því að við höfum ekki alltaf haft eitthvað rísa kerfi þannig eins og í Svíþjóð það er stærra land það er meira batteri, það er meira fólk meiri peningar, Ísland er meira svona þannig að það er ekkit endilega einhver einn kall sem er rafvirkinn og einn kall sem er þú veist bóndin og svona, það er bara þú þarft ofta að redda og gera allt algjörlega. Og veðrið er svona óreglulegt á Íslandi þannig að Íslingar geta ekki endilega bara gert eitthvað plan að, þú veist eins og Svíjar bara í viku 35 þá fer ég heimsók til öllu frængu núna er vika 7 í árinu í viku 36 þá förum við hérna í Laugardalsveg svo fer ég og þú veist borga reikningana og eitthvað svona, þeir eru búin að skipuleggja allt á Íslandi þá er ekkit, þú veist, það er ekkit skrítið að það sé ekki hefð fyrir svona, því að Íslandi er of lítið og það breytast og frattlíðin hérna gengið okkar hoppar upp og niður, veðrið hoppar upp og niður og við erum fá og við drápumst bara, þú veist, í hrönnum í gamla daga, bara, ok, nú erum 50.000 ok, það kom eldgós, við erum 30.000 það kom kindaveiki, þú veist, nú eru bara 30.000 manns og svo, þú veist það er ekkert skrítið, við höfum ekkert sett hlutinni fasta skorð. Það er ekki stabílt en að þannig sé sko, þannig að ég er alveg sammála sko, en þetta með viku er mjög sænst, ég var einmitt að reyna að skipuleggja eitthvað með vinnu mínum daginn og ég var svona, stráka ok, nú er vika 35 ég er búin að vera 5 vikur í Svíþjóð, þannig að nú er vika 35 og ég ætla að gera þetta og þeir svona horfðu á mig og sagði, þetta er sænst spá í viku ég hef ekki hugmyndu hvað vika er núna Arnúlfur, hvað er það að tala það er vika 35 það er 35, það er mjög sænst
en sem sagt, fyrir þá sem ég vil að skilja þetta, ég að lesa bók sem heitir Maður sem heitir Óve. Hefur lesið hana? Ég held það. Og svona reglufastan svíja. Ég reyndi ekki lesið þá bók. Og bókin betri, myndin góð en bókin betri. Og hún alveg tekur alveg svona sænska þjóðarandan og hún æðisleg. Hann alveg svona geðveikt neykstöld sem kunni ekki að laga neitt og kunni ekki á verkværi og eitthvað svoleiðis og kunni ekki á reglur og hann fer í eftirlitsferðir í hverfinu sínu og gáir tvisvar hvort allt læst og eitthvað svona og skammar alla sem að þú veist keyrðu bílinn á gangstéttina eða sem að setja eitthvað í vitsa tunnu eða eitthvað svona verður brjálæður yfir öllu svona það alveg svona bara Svíþjóð. En heima þetta amma mín sagði mér, við vorum hérna á Súðavík, hún frá Vestfjörðum, við förum hana, reynum að fara hana oft hverja ári við fórum á Súðavík daginn sko og þá vorum við að tala að í sveitinni í gamla daga þegar það voru ekkert fólk þá sagði amma að sá smiður sem kunni að taka hamar og neglan á þess að naglinn beyglaðist. Okay. Ef þú getur gert það þá ert þú smiður og þú, Jón, þú smíðar húsið okkar allir leið því þú kannski sá sig að snelt nagla og hann beyglaðist ekki. Flott. menn alltaf, ég get alveg ímynda mér þú veist, maður í samfélagi sérstaklega þetta sveitabær það eru bara sveitabærin í kring sem að hjálpa. Já, þú getur ekki haft reglur sem standi bara þetta löggiltu smiður. Nei, nákvæmlega, það bara þeir sem eru í kring, bara allir hjálpast að og svo sem bestur, sá sem getur nelt naglan á þess að beglast, hann er smiðurinn. Svo ekkit vika 37, skilur, heldur bara ok, nú óveður, þá hann að smíða. Þetta frábært það mér finnst alltaf gott að komast heim, það ríkarlega gott að komast heim og sérstaklega það veðrið svona flott eins og í dag. Já. Vestfjörðin mjög fallegur staður líka. Vestfjörðin náttúrulega bara ríkarlega flottir, það bara rosalega sérstakt að vera hana og bara það alltaf betra loft í djúpinu sko. Maður kemur bara inn og maður finnur bara svona ferskt. En þetta eru sko staðirnir sem maður fer kannski minnst á Íslandi, eru Austfjörður og Vestfjörðir. Já, það ekki. Af því að þetta eru staðirnir sem bara í rauninni lengst að fara á. Það samt ekkert núna með vegurinn á Ísafjörði í dag, hann svo bara brattabrekkan og allt, þetta ekkert eins og það var. Maður kannski 5 tíma hámark að keyra, maður var alltaf bara 7-8 klukkutíma svo þræða alltaf þessa malavegi og yfir heiðina. Nú bara það brattabrekkan bara breiður vegur, bombaði gegnum, þú komið djúpið og þá samt bara mjög fíni vegir. Kemst á Ísafjörð á 5 tímum? Þú kemst í það er 450 kilometrar. Já. Þannig að þú getur léttilega verið að keyra á 90 alla leið. Já. Það var nú eitt sem sagði að Vestfjörður væri nú svo sérstakur staður og svona öðruvísi staður á Íslandi að þeir ætti að krefast þess að vera sjálfstætt ríki. Ég veit ekki hvernig mér ganga það sko, er engin kvóti almennilega lengur eða þú veist. Nei. Nú fengur ekki gegnum fiskeldi sitt heldur, þannig að þeir eru brjálaðar en það veit ekki hvað þeir eiga að gera. Já. Það er kannski þessna sem væri núna ráðið þar að sækjum vera sjálfstætt ríki. Já. En þegar þú keyrir sko suður Vestfjörðina, þá ertu svolítið mikið, þú sérði eitthvað svona takmark, ég að fara þangað, það stutt. Svo bara keyrir eitthvað fjörð og út og inn og þræðir bara, horfir alltaf á þú veist þennan stað sem er rétt hjá en kemst aldrei á hann. Kemst aldrei, þetta er svo þarmar, maður bara svona inn og út. Þetta er svona svipað að vera keyrir í Hvalfjörðin í gamla daga. Miklu verra sko. Hvalfjörðin 1 fjörður, þarna voru bara sko 1000 firðir og tangar alveg endalaust. Hvalfjörðin er flottur, ég fór Hvalfjörðin daginn, labbaði upp að Glimi og maður bara, ég er náttúrulega svo ungur sko, ég man ekki alveg beint eftir, ég kom að það sjopp, ég var svona með svona draumkend að hugsa sjá sjoppuna hana. Já, botnum. Já, botnum, hún er svona algjörlega eðin, ég hugsaði þarna þetta hefur verið miðstöð bara. Þarna hittist fólk og þarna fekk sér fólk kaffi og tók bensín eða þið muni eftir því. Já, þetta var alltaf sko, við vorum alltaf að, þú veist, megin þá ís. Já, þarna fyrir ís og þetta er bara tómt og búið leið og bara göngin komið þá og þetta fólk bara businessin búinn. Já, en þetta þýðir samt að Hvalfjörðin er núna svona falin paradís. Það er falið paradís. Maður fer svona í lautarferðir í Hvalfjörðin og er í ró og friði. Það er bara að taka þetta stóra álver og þá er allt, þá er að paradís í álverinu. Maður er svona komin á flottan stað svona, wow, hvað flott, horfir yfir fjörðin þá svo wow, þetta er mengun, þetta lítur ekki vel og förum lengri í burtu. Já, þetta er svolítið þannig og þú ætti eiginlega að setja þetta eitthvað yfir matinn svona svo verður ekki sódán. Já, það er ekki sódán. Það álver, ég kerði þó mér finnst álver hrikalegt, það var svolítið gaman að ég fór upp að Glimi og niður þá var myrkur og þegar ég var að keyra þá var alveg myrkur. Og þetta var eins og borg,
að keyra fram með þessu, það er svo mikið mismunandi ljósum og það bara kastar út allt og maður bara, wow, þetta er eins og stórborg í því ljósin lékuðan einhvern veginn gerðu svona illusion að það væri borgarna sem var náttúrulega alls ekki, þetta er bara álver. Svo er eins og ferðamannaskipin, skemmtiferðaskipin þau eru svona eins og sko Hveragerði eða Höfn, íbúarnir þar pakkað inn í eitt skip það er eitthvað svo fljótandi bær bara. En flæðiskýrið, það er enda runni í dag. Já, klukkan 4, wow, þetta leiði fljótt. Ólafur Hákonarson, takk fyrir komuna. Takk sem leiðis og takk fyrir alla sem eru að hlusta. Og þið heyrið örgulega meiri þýska músík frá okkur í næsta þætti. Og ég er að koma í kaffeamma mín, við sjáum þetta smá. Já, það ekki. Við með hérna samöðinni. Verið sæl, flæðiskýrið á enda runnið Jóhann Kristjánsson og Rökkur Vísnesson.